Góðan daginn, komið sæl og verið hjartanlega velkomin hingað í loftsalinn í dag. Mér langar til þess að byrja þessa stund með því að við lútum höfði í bæn. Kærleiksríki Faðir, við þökkum þér fyrir enn eitt tækifæri til að koma saman með þessum hætti á þessum skrýtnu tímum. Við biðjum þig að vera hér mitt á meðal okkar með þínum heilaga anda, að þú mættir upplyfta hugum okkar til þín, að þú mættir leiða umræðuna hér í dag, að þú mættir vera með öllum þeim sem eru heima og geta ekki tekið þátt með beinum hætti. Við þökkum þér og biðjum í Jesú nafni. Amen. Við byrjum þessa stund með því að syngja saman sálminn númer 344 í sálmabókunum. Ég fremur kýs Jesú. Mér langar til þess að lesa fyrir ykkur kristniboðsfrásögn dagsins í dag og hún kemur frá Rússlandi eða eiginlega frá Kazakstan en hún fjallar Anatoli Golovizin sem 28 ára gamall. Anatoli lofaði Guði að hann myndi starfa sem prestur eftir að hafa verið læknaður af langvinnum sjúkdómi í heimalandi sínu Kazakstan. En hann sá ekki fram á að geta skráð sig í guðfræðinám. Hann kom frá fátækri fjölskyldu í fábrotnu þorpi og hann hafði ekki efni á náminu. Hann ákvað því með trega að flytja til Rússlands til að vinna. Daglega bað hann, Guð, hvað viltu frá mér? Þegar hann bað þá skynjaði hann svar Guðs. Læriðu að vera þýðandi. Anatoli hló. Hann var ekkert sérstaklega góður nemandi. Allir í fjölskylduna hans voru verkafólk. Enginn þeirra kunni erlent tungumál. Hann gat ekki hrist af sér þessa hugmynd að fara í tungumálaskóla og fór aftur heim til móður sinnar í Usthope, Kazakstan.
Mamma, mig langar að læra að vera þýðandi. Mammans var hissa og sagði, sonur, þú kannt bara rússnesku og kasaksku. Þannig vinna ekki fyrir þig. En hann var staðráðinn í þessu og móðir hans samþykti að lokum að fara með honum til Taldykurga, sem næsta borg þar sem var skóli sem bauð upp á enskunám. Anatoli féll á inntökuprófinu og þau mæðgin fóru leið heimáleið. En hann gleymdi ekki hugmyndinni. Einn daginn þegar hann var að lesa í Biblíunni undir tré, áttaði hann sig á því í fyrsta sinn að það að geta hann til að læra fleiri tungumál væri gjöf frá heilugum anda. Hann las, einum fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal. Þetta las hann í Korinthubréfi 12. kafla. Anatoli laut niður í bæn og bað á þessa leið. Guð, viltu gefa mér þessa gjöf? Mánuði seinna var hann á gangi við lestarteina og fann enska kennslubók á jörðinni. Þegar hann var kominn heim, opnaði hann bókina og las einfaldar setningar á ensku og rússnesku. Eftir að hafa lesið 2 blaðsíður lokaði hann bókina og hugleiddi hvað það var sem hann hafði lesið. Hann mundi hvert og eitt orð sem hann hafði lesið á ensku. Agndofa endurtók hann ensku orðin aftur og aftur í huga sér. Þetta óhugsandi, hugsaði hann. Þetta einhvers konar ævintýri. Hann opnaði bókina aftur og las 10 blaðsíður í viðbót. Hann lokaði bókinni og rétti móður sinni og sagði, mamma, lestu hvað sem í þessari bók á rússnesku. Hún las nokkra frasa og Anatoli þýddi þá yfir á ensku. Hann trúði því varla. Hafði hann fengið tungutal? Gjöfina sem hann hafði beðið fyrir að fá. Anatoli skráði sig í enskunám í sínum heimabæ og á 2 mánuðum hafði hann náð grunnskilningi hafði náð svona miðlungsstigi í náminu. Hann fór svo til starfa og tók upp vassmelónur, það var uppskerutími. Fyrir launin keypti hann sér sína fyrstu fartölvu og vann meira við uppskeruna og notaði þann pening til að tengjast internetinu og fá sér farsíma. Með þessum nýju hlutum gat hann lært enn meiri ensku á netinu. Ári seinna skráði hann sig aftur í skólan þar sem hann hafði fallið á inntökuprófinu. En í þetta skipti náði hann prófinu með 10 í einkunn. Enskan sem hann bjó yfir var svo góð að hann var sendur til að keppa á landsvísu í ensku. Skólastjórinn sem hafði skammað Anatoli fyrir að mæta ekki á hvíldardögum í skólan skipti skoðun þegar hann lenti í öðru sæti og vann $200 í keppninni. Farðu í kirkju, sagði skólastjórinn. Og veistu hvað? Ég ætla að koma með þér. Sem hann og gerði. Anatoli útskrifaðist með sóma með 2 tungumál, ensku og tyrknesku. Hann lét ekki rússnesku, kasaksku, ensku og tyrknesku duga. Hann lærði spænsku meðan hann stundaði nám í aðventsskóla í Kirgistan. Safnaði leiðtogarnir sendi hann svo til Argentínu til að fínpússa spænskuna og þar lærði hann portúgölsku. Þegar hann sneri heim, vann hann í 3 ár sem þýðandi og tungumálakennari fyrir kirkju 7. dags adventista í Kasakstan. Það var þá sem að draumur hans rættist. 9 árum eftir að hafa gefið Guði loforð að þjóna sem prestur var hann sendur til Sákski aðventháskólan í Rússlandi. Anatoli trúir því heitt að tungumál og aðrar náðargjafir heilags anda
hafi ekki verið eingöngu ætlaðir frumkristnum á tímum postulana. Guð sá sami í dag og hann var í gær, segir hann. Og ef við biðjum gjafir hans, þá mun hann gefa okkur þær. Hvers vegna höfum við ekki náðargjafir andans? Það vegna þess að við biðjum ekki þær. Vinur Anatóli sagði honum einu sinni frá því að hann hefði aldrei hlotið náðargjöf. Anatóli spurði hann hvort hann hefði beðið náðargjöf. Vinur hans horfði með undrun. Nei, ég hef aldrei gert það, svaraði hann. Anatóli ætlar að snúa aftur heim til Kasakstan og þjóna Guði sem prestur eftir útskriftina. Ímyndaðu þér, fátækur drengur frá Kasakstan sem tala svona mörg tungumál, sagði Anatóli. Guð mikilfenglegur. Hluti af 13. hvíldardagsfórninni þennan ársfjórðung rennur til barnaskóla okkar í Sákski, en til stendur að reisa eigin byggingar fyrir þann skóla á skólasvæði háskólans. Barnaskólinn fær núna afnot af kennslustofum háskólans, en gjafir þínar munu gera skólanum kleift að hafa sér stofur fyrir börnin. Og við þökkum kærlega fyrir að þú sért tilbúin til þess að styrkja trúboðsstarf kirkjunnar á heimsvísu. Og þessar gjafir verða teknar upp í lok þessa ársfjórðung, í lok marsmánaðar, 13. hvíldardaginn, og allar gjafir sem renna þá inn í hvíldardagsskólagjöfum renna til þessara ólíku verkefna í þessari deild. Þetta var sagan og það er alltaf gaman að heyra frásagnir héðan og þaðan úr heiminum, heyra hvað fólk að gera í kirkjunni, hvað það upplifir. Og það er svo oft sem við sjáum að fólk að upplifa Guð á einhvern annan hátt þegar það háð honum, þegar það upplifir að það háð Guði. Og það er kannski eitthvað sem við höfum ekki leyft okkur að setja okkur í þau spor alltaf að vera háð Guði alla hluti. Og það er kannski einhverju leyti eitthvað sem við erum að fara að spjalla í leksíunni í dag. Að vera háð Guði eða ekki vera háð Guði. Og mér langaði eiginlega til þess að velta eins upp nokkrum spurningum í tengslum við leksíuna. Og leksían þessa vikuna, hún er tekin úr, eða byggir á Jesaja, 7. kafla. Og spurning Jón Steinar, fæ ég þig til að lesa minnisversið, sem er bara 1. vers. Á dánarári Úsía konungs sá ég drottinn sitja í háu og gnæfandi hásæti og slóði skikkju hans fyllti helgidóminn. Takk. Mér langaði eiginlega til þess að byrja því að spyrja ykkur öll. Hafið þið einhvern tímann upplifað dýrð Guðs? Hvað segirðu? Örugglega. Örugglega. Já, ég veit að þetta er andstyggileg spurning. Já, ég meina, sko, þegar þú segir dýrð Guðs, þá fer maður kannski að hugsa kannski meira til tilefna sem hafa verið hátíðleg eða eitthvað svoleiðis, sko. Ég meina, ef þú spurt návist Guðs, þá hefði maður hugsað til tilfella þar sem maður var alveg fullviss það að Guð var með manni. Þú veist, mann einhvern tíma var ég og Þóra að keyra og við vorum bara að spjalla og við vorum að leiðinni heim síðla kvölds og þá var bíll að koma niður og fór yfir að rauðu ljósi. Og ef við hefðum ekki verið að spjalla og verið bara að keyra rólega, sko, þá hefðum við verið komin yfir og fengið bílinn bara í hliðina, öllu líkindum, sko. Og þá fann maður það ekki alveg sterkt að Guð hefði verið með. Já. En þegar þú segir svona dýrð, þá held ég að ég myndi frekar svona þegar maður kannski hlustar á fallega tónlist eða er í guðþjónustu og það er ræða og ég myndi kannski meira tengja við þannig tilefni. En ekki kannski eins og Jesaja er að lýsa hér.
það er kannski aðeins öðruvísi. Nei, ég sennilega hefur ekkert okkar upplifað neitt þessu líkt eins og ég segir að upplifa. Að sjá Guð sjálfan. Steinunn, þú ætlar að segja eitthvað? Ég ætlaði bara að að því að ég er hérna með tölvuna Já, og bara láta fólki vita að ég er Örn Jónsson í spjallinu og bjóða alla velkomna á spjallið. Það eru 37 skráðir inn núna og alls staðar að úr sveitinni og úr Hveragerði og Spáni og Reykjavík og ýmsum stöðum, þannig að bara velkomin. Það er gaman að sjá nöfnin ykkar að þið eru með. Og svo er að koma einhver hérna. Ég hef, einn sem segir, Helgi segir, ég hef ekki séð dýr Guðs, en ég hef oft fundið fyrir návist hans. já, Og Edda segir, við upplifum dýr Guðs í því sem hann gerir fyrir okkur. Hef fundið það sterklega í vikunni, í bænasvari sem ég fengi. og þá er kannski næsta spurning, hvaða áhrif hefur það á okkur þegar við upplifum dýr Guðs? Hvað gerir það þegar við upplifum návist Guðs eða dýrð Guðs eða hvaða áhrif hefur það á okkur? Hvaða áhrif hafði það á ykkur, Kitty, þegar þið áttuðu ykkur á því að þið höfðu ekki verið ein á þessum bíltúr? Menn er náttúrulega, það kemur upp ákveðið þakklætið þegar maður kannski hefði getað verið í lífshættu, en það er líka ákveðin svona virðing eða svona, já, í íslensku þá hefur þetta orð sem er svo tvírætt, þessi óttnablanda virðing, veist, en það er svona djúp virðing, allavega það er svona mín upplifun, að þegar maður upplifir það að maður er návist Guðs, að Guð er svo mikilfengilegur. Hann er kærleiksríkur, en hann er líka svo mikilfengilegur að það einhvern veginn hefur þessa virðingar á sig. Steinunn, það er einhvern Edda segir hérna, það gefur okkur frið og öryggi. Já, Og ég held að frið og öryggi. maður upplifir líka svolítið auðmýgt, hvað maður er lítill. Lesum áfram þennan kafla, í 7. kafla hjá Jesaja, ef ég fæ þig, Kitty, til að halda bara áfram. Jú. Þetta skiptum á milli þýðinga, ég vona það sé í lagi. Það er bara allt í lagi. Umhverfis hann stóðu serafar, hafði hver þeirra 6 fængi, með 2 huldu þeir ásum sínar, með 2 huldu þeir fætur sínar og með 2 flugu þeir. Og þeir kölluðu hver til annars og sögðu, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Við raust þeirra þeir kölluðu, skulfu undirstöður þröskuldana og húsið varð fullt af reyk. Það sagði ég, vei mér, það er út mig, því að ég er maður sem hefur óhreinar varir og bý meðal fólks sem hefur óhreinar varir, því að augu drottins hafa séð konunginn, drottinn allsherjar. Takk. Það hljómar eiginlega þegar maður les þetta eins og Jesaja sé ekki öruggur. Það hljómar eins og hann sé frekar hræddur. Já. Því að hann er að upplifa eitthvað sem hann hefur aldrei upplifað áður. Og hann þekkir auðvitað Biblíuna eða Gamla testamenti sem hann hafði þá, bara Mósebækurnar, frásögnin af því þegar að Mósi hittir Guð, hún hefur örugglega búið sterk innan með hann. Og þar lesum við að fjallið nötraði og skalf og fólk dó sem að vogaði sér of nálægt. Af því að þú lifir ekki sem ófullkomin í návist Guðs. Það er bara... Ég held ég er bara rosa hrædd ef að hún myndi bregða allavega að sjá eitthvað ljós og eitthvað svona læti. Það er bara, vá. Líka bara, þú veist, að upplifa það að Guð sé að koma svona áþreifanlega nálægt manni. Og hvað er það fyrsta sem Jesaja hugsar? Bara, ó nei, ég á ekki að vera hér. Ó nei, ég á ekki að vera hér. Akkúrat. Mér langar til þess að við tökum smá hliðarspor vegna þess að kaflinn byrjar á því að segja að þetta á sér stað á dánarári Úsía konungs. Ef við myndum fletta upp á
Krónikubókinni. Það er 27. kafli og þetta er önnur Krónikubók, 27. kafli og sko við Úsía er mjög sérstakur konungur. Hann er einn af þessum stóru konungum í sögu Ísraelsmanna. Hann er konungur yfir Júda, ekki Ísrael. Það eru bara 2 konungar yfir sameinuðu ríki og það er Davíð og svo Salómon. Og já, 3. Sálu þetta fyrstur. En það eru 2 stórir og það er Davíð og Salómon og það komast nánast enginn með tærnar þar sem þeir hafa hælana. Nema kannski Úsía. Hann er einn af þessum stóru og þegar maður les hann, þetta er herkonungur. Hann gerir ríkið voldugt og hann er víðfrægur í nágrannalöndunum. Og hann er uppfinningamaður. Hann er að finna upp alls konar vígtól og vígvélar og svona eitthvað. Ég veit ekki hvort maður þarf endilega að vera stoltur af því en hann gerir það. Alls konar steinslöngur eitthvaðar og græjur til að verjast og slást og það er talað það að hann er góður konungur sem gerir það sem Guð vill meðan Sakaría er til staðar. Hvað gerist svo þegar Sakaría er fallinn frá? Mér finnst það einmitt svo áhugavert þannig í 5. versinu segir að hann leitaði Guðs kostgæfilega meðan Sakaría var á lífi. Já. En svo sjáum við, var það ekki, við erum komin í 16. versið. En hann var voldugur orðinn, var hann drembilátur. Þannig að hann var allt í einu svo hroka, hann uppfylltist af sínum eigin hroka. Við að fá völd. Og hvað gerði hann? Hvað var það sem að hrokinn leiddi til? Hann bara allavega talaði hér að hann hafi farið inn í musterið og ætla bara að færa reykelsisfórnina sjálfur. Og var eitthvað að því? Var eitthvað ves? Hann alltaf var hlutverk annarra og búið hellings svona kerfi sem hafði einhverja merkingu utan bara þess sem var verið að gera. En af hverju skiptir það svona miklu máli? Af hverju er það svona big deal, ef ég má sletta, að hann fari inn og færi reykelsisfórn? Já, mátti einhver annar fara inn heldur en æðsti presturinn eða prestarnir sem voru þjónustaði í munsterinu. Það voru bara örfáir sem máttu raun og veru vera þarna. Og af hverju skiptir það máli? Já, það er erfitt að vita nákvæmlega af hverju, en Guð allavega segir það. Það eru bara niðjar Aron sem átti að vera prestar þarna og svo er ákveðin hlutverk sem æðsti presturinn átti að framkvæma. Og þarna er hann að grípa frammi fyrir allt þetta og ætlar að vera bara æðsti presturinn sjálfur. Það er ekki líka það að æðsti presturinn var táknmynd Jesú. Og það að grípa fram í og ætla bara að gera hlutina sjálfur. Það var hann í rauninni að segja ég ætla bara að fyrirgefa mig sjálfur. Ég ætla að gera þetta sjálfur. Í staðinn fyrir að vera auðmjúkur og taka við fyrirgefningunni frá Guði. Þannig að í þessu er hroki. Þannig að hann er bara að eyðileggja þessa táknmynd sem allt musteristarfið er. Munið eftir einhverjum öðrum sem eyðilega táknmynd? Já. Hefur það afleiðingar að eyðileggja svona táknmynd? Með því svona upphefja sig svona með hroka. Allt vissinni byrjaði þannig. Já, allt vissinni byrjaði þannig. Allt vissinni byrjaði nákvæmlega með Lúsifer. Já. Nei, það var ekki Móse, hann fór ekki til fyrirheitalandsins. Móse líka. Já, það hafði afleiðingar. Hann barði klettinn þegar hann átti bara að snerta hann. Og þú lemur ekki klettinn til til hlýðni. Þú lemur ekki Guð til hlýðni. Klettur var táknmynd
Krist, Guð. Og hann lamdi hann. Og að því hann brenglaði þeirri tákmynd að þá hafði það afleiðingar. Hann fékk ekki að leiða fólkið alla leið. Og það sama með Davíð, hann fékk ekki að byggja musteri vegna þess hvernig hann hefði lifað. Úsía, hvaða afleiðingar hafði þetta fyrir Úsía? Hann var holdsveikur og var rekinn út bara. Já, hvernig, það er nefnilega svolítið athyglisvert. Það stendur þarna, hvernig stendur þetta í 20. versi? Hann er orðinn holdsveikur og þeir ráku hann því þegar í stað þaðan og hann flýtti sér út því að drottinn hafði slegið hann. Við svolítið skipta máli að reyna að koma inn punktum hérna á réttum tíma. En við reyndar aðeins eftir á hérna og varst að tala að upplifa dýr Guðs og þá er hún Ásta Arnmundar, hún segir hérna, ég segi örugglega hef ég upplifað dýr Guðs en við erum ef til vill ekki nú duglega að viðurkenna það, segir hún. Við tölum heppni eða tilviljun eitthvað sérstakt. En í samt við þetta þá er Edda að segja að hlýðni skiptir miklu máli. En þeir eru mjög ólíkir þessir tveir, Jesaja og Úsía, í viðhorfi gagnvart helgidóminn og því sem er að gerast þar. Úsía, hann bara ætti inn og ætlaði bara að gera þetta allt sjálfur. En Jesaja, fannst hann ekki eiga heima þarna. Nei, akkúrat. Mér finnst svolítið merkilegt, maður hugsar bara að musterið og musterstjón standa þarna og svo það, að við komum í kirkju, það er ekki eins. Að núna eftir að Jesú dó, að þá nálgumst við hann persónulega. Við þurfum ekki að fara í kirkjuna til þess. Við þurfum ekki prestinn til þess. Við þurfum engan meðalgöngumann, að við höfum beint samband. En við getum samt átt í þessa sömu gryfju að með frelsunina, að það er Jesús sem frelsar. En við erum ofta að reyna að gera það sjálf. Já, og mér var einmitt hugsað til þess þegar ég var að lesa lexíuna, hugsað til versa Páls í Galatabréfinu, í 3. kafla, þar sem stendur finnum við þetta, Galatabréfið, 3. kafli. Það sem hann segir óskynsömu Galatar. Hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinum málaða fyrir augum ykkur. Þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðist þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðarerindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullnaða í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttaverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið? Svo var og Abraham, hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Það er það sem Úsía vantaði af því að hann var ekki tengdur Guði. Hann var ekki í þessu sambandi. Og þá var hann bara fullur að hróka, alveg eins og Lúsífer. Leið og hann var bara fullur af sjálfum sér. Og þá er Guð einhvers staðar langt frá. Þannig að þú ert að benda á að það viðhorf þessara tveggja, það tengist nálægð þeirra við Guð. Já. Og ég held að. Þetta getur verið mér og ætti að vera mér lærdómur leið og ég sé einhvern hroka í mér, þá ætti það að vera vísbending til mín að samband mitt til við Guð er ekki nógu gott. Og leið og ég ætla að fara eitthvað að skipta með að stjórna eða fara gagnrýna eða sýna ykkur svona hefðum, þá er ég ekki nógu góð í sambandi við Guð. Ég læri það þessu allavega. Já, þetta er mjög umhugsunarvert. Ég held að við getum alveg leyft okkur að fara í smá sjálfskoðun hvað það varðar.
hvernig bara, þú veist, hvernig á þetta við okkar líf í dag, í bara safnaðarstarfi? Nú eru kannski ekki einhverju hlutir hérna inni sem við lítum á sem eitthvað sérstaklega heilaga þannig, en eitthvað sem þannig heilagt? Samband við Guð. Já, Það er- heilagt. Jóhann Þorvald segir hérna sambandið grundvöllur. Já. Ég alveg sammála, Ég held að segja ekki Hér, svona Jóhann. hlutir sem eru heilagir. nei, það sambandið. En það spurning, erum við að eyðileggja þetta samband með einhverjum hætti? Getum við eyðilagt það fyrir öðrum? Já, ég held að. Hvernig? Ok, ég ætla ekki endilega að fá ráðleggingar. Já, ég held að þú veist, við getum gert það með því að, og ég held að það sé enginn sem gerir það með þetta. En með því að vera, ef ég er ekki í sambandi við Guð, en ég er samt set mig eða lýsi yfir að ég sé fylgjandi Krists, en ég held ekki þessu sambandi, þá er ég ekki góður vitnisburður. Og þá get ég haft slæm áhrif á samband annara við Guð. Ég get ýtt öðrum í burtu frá Guði. Þannig að það er líka ábyrgð. Ef að ég ætla að lýsa því yfir að ég sé kristinn. Ég held einmitt að þetta sé Og við svolítið... gerum að mistök alltaf. Ég held að þetta sé bara þannig að við raun og veru, sko, var það ekki Gavin sem talaði úlfinn og lambið sem innamennum sko. Maður ræður hvort maður gefur úlfinu eða lambinu að borða. Og raun og veru er maður alltaf í hverju einstu stundi eða þannig hverju einstu ákvörðun sem maður tekur, þá er raun og veru maður ákveða. Vil ég líkjast Jesaja eða vil ég líkjast Úsúa? Vil ég vera auðmjúkur, vil ég fara hinlegin? Og hvert skipti sem maður velur, þá er auðveldar að halda áfram á þeirri braut. Og það er alveg eins bara með alla aðra hluti, bara, veist, ef ég ætla að reyna að taka góðar ákvarðanir í einhverju öðru, eða, veist, ef ég tek skynsamar ákvarðanir, þá leiða það mig niður á skynsamari braut, þar sem er auðveldar að taka skynsamar ákvarðanir. Ef ég tek slæmar ákvarðanir og kemur í kringumstæður þar sem það er ekki góði kostir, þá held ég áfram á slæmri braut. Þannig að það þýðir ekki það er alltaf hægt að breyta af og það er fyrirgefningi sem kemur þar inn. En þetta er daglegt val. Jafnvel ekki bara daglegt, heldur bara hverjum tíma fyrir sig. Hérna er að undirstrika þetta, sko. Það eina sem Guð krefst okkur er hlýðni og Helgi segir við þurfum að vera fyrirmynd annarra. En þetta er líka svolítið erfitt að koma með svona yfirlýsingar. Að, veist, ég þarf að vera hlýðin, ég þarf að vera fyrirmynd, ég þarf að vera svona. Að ég held að það sé ávöxtur. Það sé eitthvað sem gerist ef að ég er í sambandi við Guð. Þannig að ég þarf ekki að hafa áhyggjur, ætti ekki að hafa áhyggjur af því hvort ég sé hlýðin, hvort ég sé að gera rétt eða gera svona eða hinsegin. Ég held að ef að Guð, ef Kristur lifir í mér, og oss er að fara að tala um það meira á eftir, ef Kristur lifir í mér, að þá endurspegla ég hann ósjálfrátt. Og ég er ekkert að spá í það. Og ég get ekki einu sinni metið það, því ég veit það ekkert sem betur fer. Því að leið og ég veit það, að þá er ég orðin hrokafull og þá er ég orðin Úsía. Já, En það er þetta er svolítið trikk. Já, það er það. Það hlýtur svolítið að vera einhver meðalvegur, því að sko, Jesaja, hann leit ekkert á sig sem eitthvað voða hotshot, eða hann var ekkert, leit ekkert á sig þannig, hann var auðmjúkur. En ég held að maður hljóti, þó að við eigum að einblína á Krist, þá var okkur líka sagt að við eigum að líta niður á okkur og sjá syndugleika okkar, og því nær sem við göngum Kristi, því meira áttum við okkur á því að við höfum syndleika. Þannig Þá er auðmýktin, þá kemur auðmýktin. En það er samt, sko, því nær sem við komum Kristi, því meira hefur hann unnið í hjarta okkar. Þannig að þá er kannski búið að sníða af þessa þörna og þyrstla sem þurft að taka, en það er á nógu að taka í mannshjartanu. Endalaust, það tekur alla æfi. Helga segir hérna, hún var að hlusta á höfunda leksíunar, tala leksíuna í dag og hann sagði, tilvitnun, hvað er heilagt? Guð er heilagur, hans persóna er heilug, annað jarðlegt sem við köllum heilagt er eingöngu heilagt vegna tengsla við Guð.
Einmitt. Getur verið að við tökum Guð stundum sem of sjálfsögðum hlut? Erum við að vanhelga Guð vegna þess að við drögum að niður á okkar plan? Getum við verið úrsíða með þeim hætti? Kannski. Þetta er nefnilega svolítið góð spurning, sko. Því að Kristur er aðgengilegur. Þú getur alltaf beðið til Krist, sama hvaða kringumstæðum er, hvort þú sért að hreinsa skorpón í holræsi eða hvað er. Guð er alltaf með þér. En við höfum samt ekki að leggja nafn á sig hégóma. Þannig að við höfum ekki að tala um hann og eitthvað sem bara á ekkert saman. Nei. Og hér sjáum við einhvern sem að sér Drottinn, sem að er í nærvist hans og meira að segja englarnir. Það eina sem englarnir geta sagt er bara heilagur, heilagur, heilagur. Já. Þeir hafa engin önnur orð, það er ekkert annað sem þeir geta sagt. Nei. Þannig að það er eitthvað sem við megum líka passa okkur að taka ekki Guð og setja hann í það hlekki að hann sé bara eins og mannlegur eða við þurfum ekkert að bera virðingu fyrir honum, því að hann er mikilfenglegur og hann á virðingu okkar skilyrðislaust. Og þá getum við kannski fallið í þá gryfju að halda að hann geti ekki gert allt það sem hann getur gert, af því við erum búin að gera hann of líkan okkur sjálfum. Já, kannski. Og þar alveg ekki... Þá treystum hún ekki eins. Nei, og þá förum við að gera meira bara í eiginmætti. Svo líka bara gleymið honum, af því að það er bara okkar mannlega eðli að vera svolítið full á okkur sjálfum. Já. Og þá verður hann út utan. Og ef að og þess vegna held ég að rútína sé góð. Þó að rútína getur líka orðið bara einhver vani sem ég gleymi af hverju ég geri. En þessi rútína að hafa eitthvað svona sérstakann tíma sem ég bara tek frá fast þar sem að ég er með Guði. Og það heldur mér í sambandi, því að annars bara, það er svo rosalega auðvelt. Bara allan daginn. Það er svo margt. Það er svo mikið áreiti allstað frá. Og það er svo margt sem að þarf að vera að gera og plana og alls konar. Að það er svo auðvelt að gleyma því að bara Guð er hérna með mér í þessu öll saman. Ég get talað við hann. Og ég er ekki nógu dugleg við þetta. En ég á vinkonu sem að hún sagðist alltaf, hún er kennari, og alltaf áður hún gengi inn í kennslustund, að það biður hún. Biður Guð að vera með sér í þessari kennslustund, að hjálpa sér að vera hans vitnisburður. Hverja einustu kennslustund, það er ekki bara í byrjun dagsins, heldur alltaf áður hún bara byrjar. Þá stoppar hún aðeins og bara tengja sig. Þetta er fyrirmynd. Mér langar aðeins til að draga athygli okkar aftur að Jesaja 6 og það er þetta moment sem að Kitty nefndi þegar englarnir eða serafarnir geta í raun ekkert annað sagt heldur en heilagur, heilagur, heilagur Drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Og við raust þeirra nötruðu undirstöðu þröskuldana og húsi fylltist af reyk og þá sagði ég, það er Jesaja, vei mér, það er út mig því ég er maður með óhreinar varir og bý meðal fólks með óhreinar varir. En samt hafa augu mín séð konunginn Drottinn allsherjar. Hvað þýðir þetta að vera maður með óhreinar varir og búa með fólki með óhreinar varir? Bara að vera syndur og í syndugum heimi. Hvað koma varirnar þessu við? Það er alls konar slæmt sem það kemur út. Kemur út úr þessu varir. Já. Bara að vera varamann við þeim. Já. Það tengist Greta, hún segir við erum öll syndug og það tengist þessu, sko. Og þó að breytni mín mætti vera betri, þá get ég samt sýnt öðrum að Guð tekur við öllum og Guð vill að henn týndi komið til hans. Og það er alveg rétt. En það kemur kannski líka inn í það að fólk horfir á mig alltaf eða mjög oft fyrir að gera eitthvað rangt, ég er að tala illa um aðra, ég er að bara, en ef að ég biðst aldrei afsökunar á því, því ég þarf að biðjast fyrirgefningar, bæði til
fólks og Guðs. Og það er líka fyrirmynd. Það þegar maður verður á, að því okkur verður öllum á, þá þarf maður líka að geta viðurkennt það. Eins og Jósúa. Nei, ég segi ekki það. Hann viðurkennir það, hann er þarna, syndugur, og hann segir bara, ég er bara ekki verður þess að við. En hvað gerðist þá þegar að Jesaja sagði þetta? Þá var hann fyrirgefið, þá var hann hreinsaður. Þá flaug einn serafanna til mín, segir. Hann hélt á glóandi kóli sem hann hafði tekið af altarinu með töng. Hann snerti munn minn með kólinu og sagði, þetta hefur snortið varir þínar, sekt þín er frá þér tekin og friðþægt er fyrir synd þína. Og Jesaja, hann bað ekki einu sinni þetta. Það hvergi tekið fram, ertu til í að hreinsa mig? Nei. En bara með því að hann játar ástand sitt frammi fyrir Guði, að þá er Guð kominn. Og við höfum ýmis stað með það að Guð taki, hann taki frumkvæðið að því að nálgast manninni, eða ekki? Jú. Hvenær gerði Guð það? Hann mjög mikið með Móse. Mjög mikið með Móse, já. Já, hann var stjónum bara þá til að hann sagði já. Já. Og hann gerir þetta líka í aldingarðinum. Já. Guð kemur fyrst, þau fela sig, en Guð leitar að þeim. Og meðan við vorum ennþá í syndu vorum, þá kom hann hérna heim til að deyja fyrir okkur. Já, Já. Páll í Rómarabriðunum. Það er Þannig- mikið frumkvæði. Það er mikið frumkvæði. Edda spyr hérna, eða fyrst spyr hún og svo segir hún, spyr, er ekki hlýðni okkar við Guð vitnisburður okkar kærleik okkar til Guðs? Og svo er hún að vísa hérna í lektíuna sem ég veist merkilegt það sem kom fram í lektíunni, að við þurfum að hafa fengið fyrirgefningu til að geta lofað Guð. Ég hef ekki búin að lesa það. Ég lesa það. Men Já. Af hverju skildi það vera? Hvaða áhrif hafði það, ef við tökum bara aftur Jesaja, hvaða áhrif hefur það að Jesaja er fyrirgefið? Því að leið og það er sagt sko, að það sé búið að friðþægja fyrir syndir hans, þá heyrir hann rödd drottinn sem segir, hvern skal ég senda? Hver vill reka erindi vort? Þá var Jesaja strax tilbúinn. Hann er strax tilbúin. Hefðan, og þetta er náttúrulega algjörlega svona spurning sem við getum ekki svarað, en hefðan verið tilbúin leið ef hann hefur verið spurður áður en að kolin snertu varir hans? við sjáum það svolítið í textanum, þegar hann segir bara, ég á ekki heima hér. Já, Það er út um mig bara. Það er út um mig, ég er bara glataður. Og í því hugarástandi þegar manni finnst maður bara vera glataður, vera ekkert, hafa ekkert, þá er maður ekki alveg tilbúin að segja bara, ei Guð, hér er ég, sendu mig. Mig glataðan manneskjana sem er bara, er svo Já, ekkert skítu heima og hérna. ömleg, sko. já, ég hef ekkert heima hérna. Nei. Ég bara, ég er Ég er angum aðra ekki- veiksum stað. Og það er, þú veist, ég er ekki nógu góð, ég er ekki nógu merkileg, ég er ekki nógu hæfileikarík, ég er ekki nógu þetta og nógu hitt. En svo segir Guð bara, þú veist, hann hreinsar hann og þá eins og hann fatti að það er ekki hann, það er ekki ég, það er Guð. Og það er hann sem gefur okkur kraftinn og orkuna og þor sem ég þarf. Hvað, tíminn er að gufa upp hjá okkur, en hvað finnst ykkur skilaboðin sem að Jesaja á að fara með? Hvað segir Guð við hann? Ég veit að Steinunni fannst það Mér fannst mjög það einföld skilaboð. hræðileg. Mér fannst það hræðileg skilaboð. En svo útskýrur það. Hver eru þau? Lesum þetta. Frá 9. versi, eða ekki? Já. Og hann sagði, far og seg þessu fólki, hlýðið grandgæfilega til. Við skulum þó ekki skilja, horfið á vandlega, þið skulum þó einskis vísir verða. Gjör þú í hjarta
þessa fólks tilfinningalaust og eyru þess daufheyrð og afturloka augum þess, þó þeir sjáu ekki með augum sínum, heyri ekki með eyrum sínum og skilji ekki með hjarta sínu, að þeir mættu snúa sér og læknast. Og ég sagði, hversu lengi, drottinn? Hann sagði, þar til borginar standa í eyði óbyggðar og húsin mannlaus og landið verður gjör eitt. Drottinn mun reka fólkið langt í burtu og eyðistaðinni verða margir í landinu. Og þótt enn sé 10 hluti eftir að því, skal hann og verða eyddur. En eins og rótarstúfur verður eftir af terpentínutré og eikinni, þá er þau eru felld, svo skal og stúfur þess vera heilagt sæði. Þannig að hann er að segja, eins og stendur í 2007-þýðingunni, segðu þessu fólki, hlustið og hlustið en skiljið ekki, horfið og horfið en skinnið ekki. Sljóka hjarta þessa fólks, deyf eyru þess og loka augun þess. Það er bara að loka tækifærin þeirra, þau bara með ekki neitt. Fá ekki heyra, fá ekki sjá, fá ekki... Jú, en þau bara með ekki meðtaka neitt. Nei, Er þetta Guð eins og við þekkjum hann? nei. Ég vil helst ekki að neitt viti af mér. Ég vil ekki að neitt viti af því að mér þykir vænt um fólk eða fyrirgefningu til eða eitthvað svona, bara... Sko, Nei. ég hugsa ef maður les bara þetta, þá getur maður komast þér niðurst að þetta sé ekki svo Guð sem við þekkjum. Af því að menn myndu kannski horfa til Krists í Nýja testamentinu og það sem hann segir eitthvað allt annað. En Kristur vitnar í þessi orð í Nýja testamentinu. Þannig að það er einhver merking þarna sem við erum kannski ekki alveg að skilja. Þetta er ekki svona augljóst eins og það er þarna. Já. Þetta er ekki svona, það hlýtur að eitthvað undir. Þannig að það sé ekki eins hræðilegt eins og mér fannst það þegar ég las það fyrst. Hvað þýðir þetta þá? Segðu okkur það. Jón, deildu þessu með okkur. Hvað? Þýðir þetta ekki bara að eins og meðan Faraó, Já. þegar að boð Guðs komið til hans, þá lokaði hann á hann bara. Og því meira sem hann var beðið, þá því meira lokaði hann og hertist. Já, þannig að forhertur einstaklingur, hann er bara forherðast meira ef Guð er ekki til staðar í líf hans. Já. En það segir okkur þá að Jesaja hann á bara að halda áfram og halda áfram. Þegar annarkvort gefur hann sig eða hann forherðist og fer bara. fer. Já. En það verður ekki sagt að Jesaja hafi ekki reynt. Nei. Sem segir þá til okkar að í okkar boðun og í okkar þjónustu að þá eigum við aldrei að gefast upp á fólki. Já. Og við eigum ekki að koma með þessa afsökun, þau kom aldrei, ég heyr aldrei í þeim, taka aldrei þátt. Heldur á ég að halda áfram. Halda áfram, Halda áfram, alveg, þá myndir við segja bara, please, viltu hætta að hafa samband við mig? Eða eitthvað annað. Jákvæðara. Pétur segir í sínu bréfi að Guð sé ekki seinna á sér með fyrirheitið, heldur vill hann að allir komast til iðrunar. Þannig að hann, og það er það sem að Jesaja á að gera, hann á að predika þannig að allir komast til iðrunar, en Guð veit að það mun ekki vera vel tekið í það af öllum. Kristi var nú ekkit sérstaklega vel tekið þegar hann kom til jarðarinnar, ef við hugsaum út í það. Nei, þetta er nefnilega, Kristur segir þetta líka við fólki á sín tíma, hann segir, þið heyrandi heyrið ekki, sjáandi sjáið ekki. Hann var bara að segja, ég er hérna í holdi og blóði fyrir framan ykkur og þið áttu ykkur ekki á því að ég sé Messias. Þannig að það mun alltaf vera einhverjir sem að heyra ekki og þetta er náttúrulega spádómur til Ísraels manna og þeirra þjóðar og í raun og veru uppfyllist með því þegar Kristur gengur á jörðinni og þeir skilja ekki að þetta sé Messias. Og það eru tímabili okkar allra lífi þar sem að við erum þarna líka og við sjáum ekki og við heyrum ekki og þetta er bara eins og Ásta var að benda þetta er bara heppni eða tilviljun eða eitthvað. Ég bara lokar á það að Guð hafi nokkuð að gera í lífinu. Og Úsía var kannski kominn svolítið þangað, menn hann stendur inn í musterinu
Hann er stendur frammi fyrir Guði en hann sér hann ekki. Og hann er komin á þann stað að allt það sem hann hefur áorkað sem konungur, það er bara hann. Já. Hann hefur bara gert þetta allt. Þannig að og það er svo auðvelt sennilega að fara þangað fyrir okkur manneskjur ef Guð er ekki inn í líf okkar daglega, ef við eigum ekki þetta samband og þessi tengsl, að þá erum við bara uppfull af okkur sjálfum. Og við sjáum ekki að það er ekkert í lífinu sem við höfum ekki þegið frá honum. Og þá erum við líka að loka á heilagan anda. Já. Að hann geti kennt okkur eitthvað nýtt. Já. Við höfum örgulega ekki tíma til þess, sem ég fannst líka mjög merkileg versin sem var í Esekíel 3. kapla, 16-21, Já. sem bendur okkur líka á ábyrgð okkar að láta aðra vita, ekki til að fordæma aðra eða til að vera með einhver hroka við aðra, en að þegar maður sér einhvern vera villu vegar, þá maður eigi af kærleika að láta fólk vita og reyna að beina þeim á betri braut. Og meira þess að sérstaklega tilteki þá sem að eru nú þegar eins og í gömlu þýðingunni ráðvandir, ef að þeir eru eitthvað að villast af brautinu, þá eigi maður að láta það vita. Og orðin hljóma kannski svolítið harkalega í Esekíel, að það er blóð þeirra sé á höndum manni í staðinn, en maður gerir það ekki. En samt göngum við út frá því að ég labba fram hjá einhverjum sem er í fjörunni og ég bjarga ekki manneskjunni, að þá er ég líka sekur, af því að ég reyndi ekki hjálpa. Þannig eru lög mannanna. Já, og einelti, þú veist, ef þú horfir á og gerir ekki neitt, þá ertu þátttakandi. Það er þannig, en allt þarf að gerast í kærleika samt. Já, svo spurning hvernig við gerum það. Já. Hvernig við getum komið þessu á framfæri á kærleiksríkan hátt aðeins að ýta fólki frá okkur. Það tengist þessu að gefast ekki upp á fólki. Já. Sem maður er svo gjarn á að gera, einhver hættur, því að vinir manns eru svolítið bara hérna í kirkjunni og hættur að koma í kirkju og hættur að hafa samband við þig. Það er ekki alveg, við þurfum að halda áfram að hafa samband við fólk. Láta það vita að við munum eftir því og skipta okkur máli. Nákvæmlega. Margt sem við getum tekið til okkar. Helga segir hérna að þessi lifandi tengsl skipta öllu máli og þá er svo yndislegt að Guð sem stýrir alheiminum er algóður. Og Jóhann segir amen. Alveg hárrétt. Og ég held að akkurat að við erum að tala um þessi tengsl og við erum að tala um tengslin okkar við Guð, að þau endurspeglast líka í tengslum okkar við annað fólk. Og það er í tengslunum sem við getum leiðbeint og ráðlagt, en ekki þegar við stöndum án tengsla og erum bara að skammast, eða skiljiði, þá er það bara þannig. Því þá erum við kannski bara ekkert í aðstöðu til þess að koma inn í líf manneskjunnar með einhver góð ráð, því að við erum ekki inn í lífi manneskjunnar. Heldur verða að vera þarna einhver samband. Og Guð er heldur ekki inn í lífi mínu kannski. Og þá fer ég bara vitlaust að, ef hann er ekki þar. En svo er þessi afsökun sem maður heyrir svo oft, að ég er svo upptekinn, að ég er svo margt að gera, eða bara ég þori ekki, ég get ekki, eða ég er bara introvert, nenni ekki að tala við fólk, eða þú veist, alls konar. Að því tíminn okkar er að gufa upp frá okkur, þá langar maður til þess að enda á því að við getum farið í Mattheus 25, þar sem við erum að lýsa því þegar Kristur kemur aftur og fólk spyr, af hverju ertu ekki að koma til mín? Af hverju ertu ekki að kalla á mig? Varst þú að heimsækja í fangelsi? Varst þú að heimsækja? Varst þú að gefa að borða fátækum? Varst þú að klæða það sem átti ekki föt? Og þá getur maður aftur enda á sömu spurningu við byrjaði á, höfum við séð dýrð Guðs? Og það er þarna sem við sjáum dýrð Guðs. Í tengslunum við okkar minnstu meðbræður eða okkar mestu meðbræður skiptir ekki máli. En það er í tengslunum við fólk sem við sjáum dýrð Guðs. Og þau fá að sjá Guð í gegnum þá sem eiga samband við. Erik segir hérna alveg lokin, við erum að hleypa prestinum að hérna. Kannski var Úsía settur af því að hann var að skyggja á kærleika og fyrirgefningu Guðs með eigin persónu. Og það er það sem við getum líka gert.
Já. Við höfum Tengslin við þetta Guð. loka orðin í dag og mér langar til þess að biðja þig, Steinunn, um að ljúka með bæn. Kæri Guð á himnum, við þakka þér fyrir þennan óendanlega kærleika sem þú hefur til okkar og hvernig þú sýnir okkur þolinmæði endalaust og ert tilbúin að fyrirgefa okkur endalaust og gefa okkur ný tækifæri, nýtt upphaf á hverjum degi og oft á dag. Viltu koma inn í líf okkar allra sem erum hér, allar þá sem sitja heima. Viltu hjálpa okkur að helga lífið okkar þér. Hjálpa okkur að vera tilbúin í þá þjónustu sem að þú kallar okkar til, sem er alls konar. Gefa okkur hugrekki og þessa fullvissu að þú ert með okkur. Þú ert skaparinn, þú ert stjórnandinn, þú ert konungurinn, þú ert leiðtoginn og við erum bara verkfæri í þinni hendi. Að við þurfum í rauninni ekki að vera búin einhverjum hæfileikum því að hæfileikarnir eru hjá þér og þú getur gefið okkur allt sem þurfum. Hjálpa okkur til þess að elska alla sem eru í kringum okkur. Hjálpa okkur til þess að vera styðjandi. Hjálpa okkur til þess að styðja leiðtoga kirkjunnar okkar og í stað þess að kvarta og kveina að við séum jákvæð og hvetjandi og sem tilbúin að taka þátt í þínu starfi, þínu verki, hvort sem það er innan kirkju og utan. Sem tilbúin að taka opnum örmum á móti fólki sem þarf á þér að halda og sýna þeim kærleika. Fyrirgefa okkur hvað við erum brotin og oft svo óhlýðin og óþæg og hrokafull og allt þetta. En í þér þá er svo margt hægt og við getum þannig starfa með þér. Ég legg okkur öll í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Amen.
Verið hjartanlega velkomin hingað í Lofsalinn á samkomuna. Welcome here to Lofsalinn and be very welcome to join us. Við skulum hefja þessa stund með því að lúta saman höfðum í bæn. We'll start with a prayer. Kærleiksríki Faðir á himnum, Dear Heavenly Father, við þökkum þér fyrir að vera með okkur hér í dag we thank you for being with us here today. og við byggjum þig að andi þinn mætti blessa þessa stund We pray that your Spirit may bless this hour og við mættum fara ríkari héðan í lok hennar. and that we might leave this hour enriched of your blessings. Við byggjum í Jesú nafni. We pray Amen. in Jesus' name, amen. Við skulum hefja stundina með því að syngja saman sálm Stjörnur og sól. Við skulum lesa saman ritningaversi sem Ósi hefur valið hér í dag It's now time for the scripture reading. og það er tekið úr 2. Korintubréfi, 5. kafla og ég les versin 14 til og með 21. 2 Corinthians 5:14-21. Kærleiki Krists knýr mig því að ég hef ályktað svo. Ef einn er dáinn fyrir alla, þá eru allir dánir. Og hann er dáinn fyrir alla til þess að þeir sem lifa ekki framar sjálfum sér, heldur honum sem fyrir þá er dáinn og upprisinn. Þannig met ég héðan í frá engan að mannlegum hætti. Þótt ég og hafi þekkt Krist sem mann, þekki ég hann nú ekki framar þannig. Ef einhver er í Kristi, er hann orðinn nýr maður. Hið liðna varð að engu, nýtt er orðið til. Allt er frá Guði sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttargerðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, er hann tilreknaði mönnum ekki afbrot þeirra og fól mér að boða orð sáttargerðarinnar. Ég er því erindreki Krists sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists, látið sættast við Guð. Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki synd, sek hann í okkar stað til þess að hann gerði okkur réttlát í Guðs augum. Við skulum lúta höfði í bæn.
og við fyrirgeðu, getið þú allar að lesa þetta? Það kom á skjánum, jafnum. Ok. Við skulum lúta höfð í bæn. Kærleiksríki Faðir, Dear Heavenly Father, við komum fram fyrir þig í auðmýkt og þakklæti we come before your seat with humility and gratitude vegna þess að þú hefur alltaf tekið frumkvæðið til þess að sætta okkur við þig. because you have always taken the first step in reconciling us together. Við þökkum fyrir sambandið sem við megum eiga We thank you for the relationship that we can have with you. og við byggjum þig að þú mættir treysta og styrkja trú okkar And we pray that you might strengthen and give us confidence in our faith. Við þökkum fyrir fyrirgefningu þína og réttlæti We thank you for your forgiveness and righteousness. og við byggjum þig að þú mættir úthella anda þínum yfir okkur svo að við mættum líkjast þér æ meir og starfa fyrir þig. And we pray that you will pour out your Holy Spirit over us so that we might be more and more in your image and that we might reflect you to others. Við byggjum þig, Faðir, fyrir öllum ráðamönnum þjóðarinnar. We pray for the leaders of our nation. Við byggjum þess að þeir mættu taka góðar ákvarðanir þjóðinni til heilla, We pray that they may make good decisions for the good of the nation, að andi þinn mætti leiða þau. that your Holy Spirit might lead them. Við byggjum þess að við sem þjóð mættum standa saman í þeim erfileikum sem við stöndum We pray that we as a nation might be united in the circumstances, difficult circumstances we face. og við mættum komast saman í gegnum þá erfileika sem að veirupestin hefur lagt á okkur. And we might come through this situation with the virus together. Ég bið þig, Faðir, að styrkja og efla alla þá sem starfa við að líkna og lækna þeim sem sjúkir eru. I pray that you will be with those that are taking care of the sick. Við biðjum þess að það starf mætti ganga eins vel og nokkur kostur er. We pray that all might go well in these times. Við biðjum þig að vaka sérstaklega yfir öllum þeim sem sinna þeim sem eru aldraðir og einnig börnunum. We pray that you might be especially with those that are taking care of our elderly and those that are taking care of our children. Að við mættum þó skapa þeim þannig samfélag að það sé ekki samfélag ótta heldur öryggis. That we might create a society where there is not fear but there is safety. Við leggjum þessa stund alla í þínar hendur, elsku Faðir, og við biðjum í Jesú nafni. Amen. Put this hour into your hands in Jesus' name. Amen. Þá ætlum við að syngja saman sálminn Amazing Grace. Amazing grace.
er komið að því að við tökum á móti frjálsum framlögum í safnaðarsjóði og það kemur upp hérna spjald á skjánum þar sem þið getið séð hvert hægt að leggja inn. Það er auðvitað engin möguleiki á því að safna gjöfum eins og venjulega, en finnið ykkur frjáls í því að styrkja safnaðarstarfið með beinum hætti þannig. Hér sjáið þið hvert hægt að leggja inn í hina mismunandi söfnuði og eins varðandi tíundargreiðslur. Og við skulum lúta höfði í bæn. Kærleiksríki Faðir, við þökkum þér fyrir möguleikan á því að styrkja þitt málefni og við biðjum þig að vera með öllum þeim sem gefa en ekki síður þeim sem eiga að sjá þessa fjármuni, að þeim verði varið á þann hátt sem þér best líkar. Í Jesú nafni. Amen. Áður en Steinunn fær tækifæri til þess að segja börnunum sögu, þá ætlum við að syngja saman barnalagið Þú ert Guð sem gefur lífið. Og það kemur upp á skjáin núna. Góðan daginn og gaman að sjá ykkur. Ég treysti því að sé einhver börn þarna að hlusta og þið megið alveg, ef að þið viljið, senda mér skilaboð á meðan að við erum að hlusta. Það er eitthvað sem að, ef ég spyr, þá megið þið svara mér, senda mér svar. En við erum all í nútíma samfélagi, þá er rosa margir sem eiga svona síma. Er það ekki? En stundum gerist það að það er ekki hægt að nota síman. Ok, Kitty er að tíða. Yes, it's the children's story, and Stein has just begun to explain that if you want, you can write a comment, especially when she's asking questions. Please do type in on the YouTube comment. But she's also explaining that, you know, in this modern society, most of us, we have cell phones. Og stundum gerist það að síminn bara virkar ekki eða allt í einu hættir að virka. And sometimes the phones, they just stop working properly. Það gerist í gær hjá Kitta. It happened to me yesterday. Við vorum að tala saman og allt í einu hvarf Kitty. We were talking together and all of a sudden, poof, I was gone. Það var ekki rafmagn á símanum hans. There was no electricity left in Hann the phone. gleymdi að setja í samband. I hadn't put the charger in connect. Og sagan sem að, eða það sem ég ætla að segja ykkur í dag, það fjallar svolítið þetta, að stinga í samband. And the story that I will share with you today, it you know, this is very pivotal in that. It's about getting connected, staying connected. Og af því að
bestu sögurnar koma úr bestu bókinni, þá ætla ég að sækja bókina. And all the best stories, they come from the best book. So I'm going to get the book. Það þessi hér. Og ég ætla að fara í Lúkasar Guðspjall sem í Nýja testamentinu. And I'm going to go to Luke in the New Testament. Og kafla númer 10. Og já. Chapter 10. Chapter 10, yeah. Er það ekki rétt hjá mér? Nei. Það var vitlaust. Þetta Lúkas 10. Já, Lúkas 10. Lúkas kapli 10, 38. vers ætla ég að byrja. Og ef að þið krakkar eru með biblíu, þá getið þið kíkt á söguna, opnað biblíun ykkar og fundið Nýja testamentið, það er hérna oftast. Og í minni biblíu þá er þetta blaðsíðu 87. Grab your Bibles, kids, if you have them. And in the New Testament, it's in the back end of the Bible. And it's Luke chapter 10, verse 38, where we're starting. Page 87 in my Bible, yeah. The Icelandic one, yeah. Icelandic Bible. Og hérna er Jesús á ferðalagi. Jesus is traveling. Og hann kemur inn í þorp And he comes into the village. og þar hittir hann konu. And he meets a lady. Og hún býður honum heim. And she invites him to come to his house. Segir, Jesú, gaman að hitta þig. Ég er búin að heyra þig og mér langar að þú komir heim til mín. Jesus, it's very nice to meet you. I've heard about you and I want to invite you to my house. Og Jesús fer með henni heim. And Jesus comes with her. Hún heitir Marta. And her name is Martha. Heima er systir hennar. And at her home is her sister, Systir hennar hét María. Mary. Og þegar þau koma heim, þá sest María við fætur Jesú. And when they come home, then Mary, she sits at the feet of Jesus. Og hún er að hlusta á hann. And she's listening. Hann er að segja alls konar sögur og bara skemmtilegt. He's telling them all these stories, very interesting stories. Og hún er svo spennt. Hún bara setur í fætur Jesú og hlustar á söguna. And she's so excited that she can't tear her away. She just listens to all the stories that Jesus is saying. En Marta, sem bauð Jesú heim, hún fer að vinna í eldhúsinu. But Martha, she has invited him home and she goes and she's cleaning things in the kitchen. Og auðvitað, hún gesturinn sinn, við höfum að vera gesturinn sinn, And we're supposed to be welcoming and treat our guests nicely. og hún vildi þjónusta Jesú, gefa honum eitthvað að borða og búa til veislu. Og gengur fram og tilbaka og svo er hún bara orðin svolítið pirruð. And she's serving them and doing all these things, and she's going back and forth and she's just starting to get annoyed. Hún fylgist með systur sinni, sem situr þetta bara og gerir ekki neitt. Because her sister, she's not helping at all. Hún situr bara og er að hlusta á Jesú. She just sits there and is listening to Jesus. Og Marta er á fullu, alveg svo upptekin að gera alls konar hluti. And Martha, she's just running around doing all the things herself. Og svo segir hún við Jesú, Jesús, segðu henni að hjálpa mér. And she says, Jesus, please tell her to help me. En hvað segir Jesú? But what is it that Jesus says? Jesú segir við hana, Marta, Marta, þú mæðist í mörgu, eða þú hefur áhyggjur af mörgu. And he says, Martha, you worry about many things. María, hún hefur valið það sem er rétt. But Mary, she chose what is most important. Og okkur hefur stundum þótt erfitt að skilja þessa sögu. Sometimes we think it's a bit hard to understand this story. Og sérstaklega hérna áður fyrr þegar það voru alltaf konurnar sem gerðu húsverki inn, nú eru karlmenn orðnir miklu duglegri að hjálpa til á heimilinu, en þá fannst þeim þetta vera svolítið svona, býtu,
er það sem við erum að gera, útbúa mat og gera fínt og fallegt og bjóða upp á eitthvað, skiptir það engu máli. And I mean, the culture has changed now, that men are doing more of the housework as well. But it was kind of a strange thing to say, because all the house church, all the things that were being done, did they not matter at all? Og allt sem við gerum í kirkjunni, allt sem við erum að gera fyrir fólk og svona skiptir það engu máli. And what we're doing in the church, what we're doing for others, is just not important. En ég held að það hafi ekki verið það sem Jesús var að segja. But I don't think that's really what Jesus meant. Ég held að hann hafi ekki verið að segja, Marta, það sem þú ert að gera skiptir engu máli, það sé ekki mikilvægt. I don't think he was saying, Martha, what you're doing is irrelevant. It's not important. En það sem hann sagði var að akkurat núna þá hefur María valið það sem er rétt, því að hún er að stinga í samband. But right now, it was Martha that chose the good part, because she was staying connected. Hún var að setja sig, sem er svolítið eins og síminn, She was putting herself, like the phone, í samband við Jesú. into a relationship or a connection with Jesus. Og hvernig gerði hún það? And how did she do that? Jú, hún var að hlusta. Because she was listening. En hvernig gerum við í dag? Jesú er ekki hér. But how can we listen to him today? He's not here, Jesus. He's not here. Og það er svo frábært But it's so wonderful. að það eru alls konar leiðir. There are so many different ways. Og nú ætlum ég að segja, Now I'm going to collect bunkan minn hérna, very many books. hér er ein leið. Here's Veitu, one way. það eru til alls konar biblíur. There's so many different types of Bibles. Þessi hérna, This one here, stór og mikil, með fullt af stöfum, svolítið erfitt að lesa. big one, but it's maybe a little bit hard to read. Svo er Nýja testamenti sem margir krakkar eiga, And this is the New Testament that many kids have at home. aðeins þynnri, A little bit shorter, en það er hægt að lesa hana. and very nice to read from. Svo er þessi líka stór og mikil, And the newer translation, og ég á þessa biblíu líka. and the smaller version of the Bible. En fyrir krakka, But þá for the getur maður kids? lesið svona alls konar sögur. You can read these stories from the Bible. Það er trúfastir vinir. Faithful friends, Hér er bók sem heitir Í fótspor Jesú, in the footsteps of Jesus. með fallegum myndum og textum hvernig Jesú var Beautiful og pictures and texts about how Jesus was and is. Og svo eru fyrir litlu börnin And for the smallest, the children, bækur sem eru með litlum texta, skemmtilegum myndum, þar sem við getum lært Guð. books, the Bible with text and a little text, but then pictures to Og it. barnabiblían. And the children's Bible, Og það er til fullt af fleiri svona bókum and many Með- others, með styttri texta with shorter text sem að krakkar sem eru nýfarnir að lesa geta lesið. for those who just started reading. Og svo er bara að biðja mamma og pappa að lesa fyrir sig. And then also you can ask the parents to read for you. Það er ein leið That's one way til þess að fara í samband við Jesú. to stay plugged in with Jesus. Önnur leið, ég vissum að þeir eru búin að geta upp á þessu, önnur leið er að biðja. Another way is to pray, Að tala við Jesú. to speak with Jesus. En svo getum við líka bara sungið. And then we can also sing. Mér finnst það æðislegt. Ég geri það stundum. I really enjoy it. I do that. Sest við píanóið og spila einhverja sálma og syng alein, I sing, hvort sem það er einhver heima eða ekki. Og þá finnst mér ég vera að tengjast Guði. Ég get líka hlustað á tónlist. yeah, I sometimes play and sing to myself, and then I feel connected to God. But you can also listen to music or. Og ég veit stelpu sem að situr stundum með mömmu sinni svona hvíldardögum og fleiri krakkar reyndar og horfa á þætti á netinu sem heitir Superbook. And I know of one little girl that watches with her mom and other children that watch these shows called
Og þar verið að sýna bara biblíusögurnar. And there, it's the children, it's the Bible that's being, Bible stories that is being shown Á mjög skemmtilegan hátt. in a very interesting way. En aðalmálið það að ef að við erum ekki í sambandi But the main thing is that if we are not connected, og orkan okkar, krafturinn okkar, styrkurinn okkar kemur frá Jesú, and because our power comes from Christ, ef við erum ekki í sambandi við hann, if we are not connected with Him, þá virkum við ekki. then it just doesn't work. Við erum bara týnd, Then we are lost, finnum ekki Jesú. and we can't find Him. Svo takið tíma, krakkar. Fáið mömmu og pappa með ykkur. Það miklu skemmtilegra. So children, take time and take your parents with you. Finnið upp á allt sögun ykkar Find your favorite story og þekkið Jesú. and get to know Jesus. Takk fyrir. Thank you all. Good morning, everyone. Góðan daginn, allsumul. When Jesus was here on earth, Þegar Kristur var hér á jörðu, especially in Matthew 22, it's written about the Pharisees, Sadducees, and the doctors of laws. já, sérstaklega í Mattheus 20. öðrum þá heyrum við fariseana, sadduseana og lögfróðu mennina. They were making controversial questions to Jesus. Þeir voru að spyrja Krist erfiða spurninga. They want to trap him, Þeir vildu leiða hann í gildru, to make him say something that would get him in trouble. að láta hann segja eitthvað sem myndi koma honum í klandur. But in the end, En að lokum Jesus made them a question. sneri Jesús þessu við og spurði þá spurningu: What do you think of Christ? Hvað haldið þið Krist? Everybody, Allir, be they president, pope, hvort sem preachers, það forseti, páfi, predikarar, everybody, allir. the rich, famous, and powerful, Hinni ríku, frægu og völdugu, or the poor, common, and weak. eða hinnir fátæku, almúgin og hinnir veiku. All will be mentioned in terms of their response to or their relationship with Jesus. Allir verða bornir saman við samband þeirra við Jesú. Jesus is not only the most important thing. Kristur ekki aðeins hinn mikilvægasta, He is the only thing. hann hið eina. Without him, all else is unimportant. Án hans allt annað þýðingarlaust. In the scripture reading from today, Í lestrinum í dag, Paul used the phrase in Christ, þá notar Páll þetta orðalag í Kristi and he used twice. og hann gerir það í tvígang. First, he talks about ourselves being in Christ, Fyrst ræður það að við eigum að vera í Kristi and second, he talks about God being in Christ. og svo talar hann Guð sem í Kristi. And what does it mean to be in Christ? En hvað þýðir það að vera í Kristi? Paul used this phrase in his books 164 times. Páll notar þennan frasa í bókum sínum 164 sinnum. So what does it mean to be in Christ? Svo hvað þýðir það að vera í Kristi? To me, in Christ means that Jesus is the center of our life. Að vera í Kristi þýðir að Kristur í miðpunkti lífs okkar. Paul says, for me to live is Christ. Því fyrir mér að lifa í Kristi, segir Páll. A disciple of Christ would be considered eccentric today. Lærisveinar Krist teljast oft í dag sem frábrugðnir. Off center. Þeir eru ekki í miðju þess sem allir eru, They are in the corner. heldur út í horni.
They are not in the focus of society. Þeir eru ekki á þeim punkti sem að samfélagið er að einbytta sér að. But if Jesus is not the center of our life, En ef Kristur eða Jésús er ekki miðpunktur lífs okkar, then we are the one that are eccentric. þá er það við sem erum fjarlæg miðpunktunum. You remember that in the 16th century, Þið eru kannski minnust þess að á 16. öld Nicolaus Copernic, Galileo Galilei, voru Nikulás og Galilei showed that the sun, not the earth, was the center of our solar system. sýndu fram á það að það var sólin sem var í miðju sólkerfi okkar. Everything from science, philosophy, or religion, theology, Og já, það var sólin en ekki jörðin og allt frá heimspeki, guðfræði, vísindum had to be rethought or adjusted. þurfti að vera hugsað alveg upp á nýtt. Our culture today talks about self-fulfillment. Menning okkar í dag talar það að uppfylla sjálfið, Self-confidence, að vera með sjálfstraust, self-desire, að vera með sína eigin þráir. but Christianity requires a radical shift from focusing on the self, the camera focusing on of the self. En kristnin hún krefst þess að breyta þessu þannig að myndavélinn snúi ekki alltaf að okkur sjálfum. Why is it when you are showing a group a photograph Hvers vegna það þegar þér sýnd ljósmynd in which you are present, og þú ert á myndunum you always seek yourself out? að þú leitar alltaf að sjálfum þér fyrst? Is it to see how you look like? Það til þess að sjá hvernig þú lítur út? Don't you know how you look like? Veistu ekki hvernig þú lítur út? The problem is that we want to be the first, Vandamálið að við viljum vera fyrst. we want to be the best, Við viljum vera það the besta, most. mesta. But the real point is, En aðalpunkturinn raunverulega can others see Jesus in me? geta aðrir sé Krist í mér. Yes, they can, Já, þeir geta. if we are transparent. Ef að við erum bara þannig að það hægt að sjá í gegnum okkur. Why do you use glass in our homes, Hvers vegna notum við gler á heimilum okkar? in the windows of our houses? Í gluggana. Because they are transparent. Því að það sést í gegnum þá. We can see through the glass of our windows outside, the world outside. Við getum séð í gegnum glerið heiminn úti. We can see the neighbors walking. Við getum séð nágranna ganga hjá. We can see the mountains. Við getum séð fjöllin. We can see the sea, Við getum séð sjóin. the trees, everything. Trén og allt saman. Because the glass is transparent. Vegna þess að glerið gegnsætt. So the Christians are called to be transparent. Og það eru líka við kristni. Við erum kölluð til að vera gegnsætt. So the people can see Jesus through a Christian. Svo að fólkið geti séð Krist í gegnum glerið. When they see through you, they see Jesus Christ, but not you. Þegar þau horfa í gegnum þig, þá sjá þau Jesú Krist. But to be in Christ, En að vera í Kristi as I said, is to be transparent like a glass. þýðir að vera að sjáast í gegnum hann eins og glerið. But I can say more than that. En ekki einungis það. Is to be like Jesus himself. Heldur þetta líka að vera eins og Jesús sjálfur. For example, when Jesus was here on earth, Til dæmis þegar Jesús var hér á jörðu, he was talking to his disciple. þar talaði hann við lærisvein sinn. Then Philip came to him and said, Jesus, Lord. Og þá kom Philip til hans og sagði, Jesús, drottinn, Please show us the Father, and that is enough. Herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. And Jesus said to him, Jesús svaraði,
I have been with you so long, Ég hef verið með yður allan þennan tíma and yet you have not known me, Philip. og þú þekki mig ekki, Filippus. Who has seen me has seen the Father. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. How can you say, show us the Father? Hvernig getur þú þá sagt, sýn þú oss föðurinn? That is to be transparent. Já, það að vera að sjáist í gegnum hann. Just why Jesus could say to his disciple, I and the Father are one. Þess vegna gat Jesús sagt við lærsveina sína, ég og föðurinn erum einn. Because he was really transparent. Því það sást í gegnum hann. And to be transparent means also to be like the Holy Spirit. Og það að vera gegnum sær er líka að vera eins og hinn heilagi andi. When the Holy Spirit came down to earth, Þegar að heilagur andi kom niður til jarðar, he came to glorify Jesus. kom hann til að upphefja Jesús. And some people has difficulty to understand the Holy Spirit as the third person of the Trinity. Og fyrir suma þá þetta flókið mál hvernig það að hann hluti af þríeinum Guði. It is because he came here not to show himself. Það vegna þess að hann kom ekki hingað til að sýna sjálfan sig. He came here to live the life to show Jesus to everybody. Heldur kom hann til þess að sýna Krist, eða sýna Jesú til allra. When we receive the Holy Spirit in our life, Þegar við tökum á móti heilagum anda í lífi okkar, we can say, I have Jesus. þá getum við sagt að ég hef Krist. And Yes, we live. in reality, it is the Holy Spirit that is within us. Í raun, þá það hinn heilagi andi sem meðal okkar og innan But okkar. he is so transparent that we can say, I have Jesus. En það sést það vel í gegnum hann að við getum sagt að við höfum Krist. To be transparent also is to be like the Apostle Paul. Að vera, það sé hægt að sjá í gegnum hann líka að vera eins og Páll. And he said, I have been crucified with Jesus. Ég krossfertur með Kristi. It is no longer I who live, Sjálfur lifi ég ekki framar, but Christ who lives in me. heldur lifir Kristur í mér. To be with Jesus or to live in Jesus Að lifa í Kristi, it is when you are no longer concerned about what others think about yourself, þá hefur maður ekki lengur áhyggjur af því hvað aðrir hugsa hann. but what they think about Jesus Christ. Heldur hvað það sem þeir hugsa Jesú. When we are baptized in Jesus Christ, we die to ourselves. Þegar við erum skírð í nafni Jesú, þá deyjum við sjálfum okkur. And it is not longer we that live, but Jesus Christ who lives in us. Og þá það ekki við sem lifum, heldur Jesú Kristur í okkur. But if we keep on living in our sinful life, En ef við höldum áfram að lifa í syndinni, we make the glass dirty, þá gerum við glerið skítugt. and people cannot see anymore Jesus because the glass is dirty. Og það verður erfiðar að sjá Jesús í gegnum glerið. When they are looking for Jesus, they can see somebody else, they can see you. Og þegar þau horfa í gegnum glerið, þá sjá þau ekki lengur Jesú, heldur þig. Because we are living in sin and not with Jesus in our hearts. Því þá lifum við í synd og ekki með Jesú í hjarta okkar. Humanity doesn't need more professed disciple of Jesus. Mannkynið þarf ekki fleiri lærisveina í orðum eingöngu, Who live their life centered in their own little world of plans and desire. sem lifa lífi í heimi þar sem það fullum af þeirra eigin plönum og þráum. They need disciples who make Jesus the center of their life. Heldur þarf heimurinn lærisveina Krist sem gera Jesú að miðpunkti lífs síns. And to be in Christ also means that we are sharing the ministry of Christ. Og að vera í Kristi þýðir líka að við deilum í hlutverki Jesú. A disciple of Christ does not need to conform to the group.
Lærisveinn Krists þarf ekki að vera eingöngu, að starfa eingöngu í hóp or worry about what the neighbors will think about them, eða hafa áhyggjur af því hvað nágranninn kann að hugsa þau or be controlled by the peer pressure. eða vera stýrt af þrýstingi jafningja Because the only thing important to them is what would Jesus do? því það eina sem skiptir það máli hvað það sem að Jesú myndi gera. We must look long and tender at the bodies of the starving children, Við þurfum að horfa í augu við börn sem svelta, the addicts in our towns, fíklana í bæjum okkar, lines of the unemployed, þá sem eru atvinnulausir, the depressed, hina þunglindu and the insane locked in the hospitals, og hina geðveikur sem læstir eru á spítölum, the widows and the orphans in their affliction. ekkjunar og munaleysingjan í neyð þeirra. Have you ever avoided somebody, thought yourself better? Hefur einhvern tímann forðast einhvern og hugsað sjálfan þig betri? Or were you bothered by their incompetence? Eða fór þeirra vanhæfni í taugarnar á þér? Disciples are children of God, Lærisveinar eru börn Guðs, aren't we? eru við það ekki líka? If we consider ourselves children of God, why have we avoided to help them? Og ef við teljum okkur vera börn Guðs, hvers vegna höfum við forðast að hjálpa þeim? Why did you avoid to love them? Að forðast að elska þau. We as children of God, we Við, have to accept them as a children of God too. við sem börn Guðs þurfum að samþykja og taka á móti þeim sem börnum Guðs líka. And our question should be, what would Jesus do at this situation? Og spurningin okkar ætti því að vera, hvað myndi Jesú gera í þessum kringustæðum? Jesus is not asking you to imitate him in certain acts of behavior. Jesú biður þið ekki að herma eftir sér í ákveðnum iðju eða í ákveðnir hegðun. He is asking you to have a clear identification with him. Heldur biður hann okkur að vera skýr og skilmerkileg, að vera skýr og skilmerkilega hans. So when people look at us, Að þannig að þegar fólk líti á okkur, they can recognize Jesus in us. að þau megi sjá Jesú í okkur. His thoughts, his feeling and attitudes are mine. Hugsanir hans, tilfinningar og viðhorf hans mitt. Our attitude should be the same as the attitude of Jesus Christ. Viðhorf okkar ætti að vera þið sama og viðhorf Krists Jesú. And Jesus wasn't intimidated by the opinion of others. Og Jesús hann lét ekki ógna sér með skoðunum annara. He associated with the outcast of society, Hann hékk í kringum fólk sem var á útjarði samfélagsins, with obvious sinners, með fólki sem voru bersyndugt, enough to be called a wine drunker, a publican, fólk sem var kallað víndrykkjumenn og rónar, but nothing could affect Jesus. en það hafði engin áhrif á hann. A disciple is far more concerned about pleasing Jesus than to pleasing people. Lærisveinn hefur mun meiri áhyggjur af því að gera Jesú til geðs heldur en öðrum fólki. If you are a disciple of Jesus, Jesus is the number one in your life. Ef við erum lærisveinar Jesú, þá Jesú númer 1 í lífi okkar. People will see Jesus in us. Fólk mun sjá Jesús í okkur. And we can say like Paul said, Og við segjum eins og Páll sagði, indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. já, meira segja met ég allt vera tjón hjá þeim yfirburðum að þekkja Krist Jesú, drottinn minn. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorp til þess að ég geti áunnið Krist. Now let's go back to the first question. Förum aftur til fyrstu spurningarinnar. What do you think of Christ? Hvað telur þú Krist? Everybody on earth, be they president, popes, preachers,
Allir á jörðinni, hvort sem það eru forsetar, páfinn eða predikarar, PhD, everybody, the rich, famous, and powerful, hvort sem það eru doktorar eða ríkir, voldugir, frægir, allir. or the poor, common, and weak. Eða hinir fátæku, almúin og hinu veiku. And among those famous and rich people of the world, Og meðal þeirra frægu og ríku í fólksins í heiminum, in our society, and also in our society, og í samfélagi okkar, we find good and generous people, það finnum við einnig gott og gjafmildt fólk, people that are doing charity, giving millions of dollars to help the poor. fólk sem gefur milljónir dollara til að hjálpa hinnum fátæku, They are good neighbors, góðir nágrannar, honest, heiðvirt, not killing people, þau myrða ekki, not adulterous, ekki drýja ekki hór, no liars. ekki lygarar. In other words, they are keeping the commandment of God. Með öðrum orðum þau halda boðorð Guðs. And we all know many good people in our jobs, Og við þekkjum öll gott fólk í kringum okkur þar sem við störfum. we know good people inside our own family, Við þekkjum gott fólk í fjölskyldum okkar. but to be good people, it's necessarily. En það, Not but to be good people is necessarily. og það að vera góður manneski eða gott fólk, það er nauðsynlegt. But that is not enough. En það er hins vegar ekki nóg. That's not enough for salvation. Það er nægir ekki fyrir frelsun. Look at Jesus himself. Lítum til Jesús. He lived a perfect life. Hann lifði fullkomnu lífi. He was sinless, Hann var syndlaus. as a lamb unblemished and spotless. Lamb án nokkura lasta. And the Bible says that neither was deceit found in his mouth. Og ekki fundur svik í munni hans. He was preaching, healing, Hann predikaði, læknaði, giving sight to the blind, gaf blindum sýn, ear to the deaf, eyru til dauðans, life to the dead, eyru til þeirra sem voru heyrnarlausir og líf til þeirra sem voru í dauðanum. but that was not enough. En það var heldur ekki nóg. Why not? Hví ekki? Jesus was a good man, but it was not enough. Jesús var góður maður, en það var ekki nóg. Why? He had to die. Jú, því hann þurfti að deyja. It is the same with us. Það er sama með okkur. We can be good people, Við getum verið gott fólk, but that is not enough. en það er bara ekki nóg. We have to die for the sinful nature Við þurfum að deyja hinnu syndlega eðli and raise with Jesus Christ to live a new life with Jesus Christ. og rísa upp til nýs lífs með Jesú. And the Bible says that we have to die daily. Og ritninginu stendur að við þurfum að deyja daglega. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ekki hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. That's why we have to be in Jesus. Það er þess vegna sem við þurfum að vera í Kristi. Are we in Christ Jesus? Erum við í Kristi? Have we been transparent? Erum við gegnsæ? God bless you. Guð blessi þig. Kærar þakkir fyrir þetta og þá er komið að því að við syngjum saman lokasálminn sem er Ó vef mig vængjum þínum.
Þá langar okkur til þess að þakka ykkur öllum fyrir samfylgdina í dag. Við þökkum sérstaklega þeim sem hafa hjálpað til við þessa útsendingu. Þökkum Ósi fyrir hans boðskap. Við þökkum Steinunni fyrir undirleikinn. Við þökkum Kitta fyrir að þýða fyrir okkur og taka þátt og Jónu Steinar einnig. Að öðrum ólöstuðum þökkum við sérstaklega tækniteymin okkar. Án þeirra hefði ekkert gerst. Við þökkum einnig ykkur sem heima voruð og tóku þátt í Hvíldardagsskóla og hafi tekið þátt undanfarnar vikur og mánuði. Við ljúkum þessari stund með blessunarorðum og bjóðum Ósi að flytja þau. We want to say thanks, Lord, for today, for your word. Kæri faðir, við viljum þakka fyrir orð þitt. And help us to be in Christ. Hjálpaðu okkur að vera í Kristi. Help us to be transparent. Hjálpaðu okkur að vera gegnsæ. I pray in Jesus' name. Við biðjum þess í Jesú Amen. nafni.